Ólafur, þetta hlýtur að svíða alveg hrikalega mikið. Já, það gerir það, klárt. Bara, já, mjög sárt. Bara hvernig fannst þér leikurinn spilast? Það var kannski kaflaskiptur fyrri hálfleikurinn, þeir takið svo algjörlega yfirhöndina í seinni hálfleik. Já, mér fannst nú svona fyrri hálfleikur bara, mér fannst við bara heilt yfir betri. Þeir fá þetta mark, gott mark sem þeir skora. Og eru svona hættulegir á transition og við vorum svona kannski vantaði aðeins upp á þetta síðasta hjá okkur að skapa alvöru færi. En mér fannst við vera svona með yfirhöndina í þessu. Seinni hálfleikinn eigum við náttúrulega bara algjörlega frá til og gerum virkilega vel að koma tilbaka og komast yfir 2-1. En því miður þá ná þeir að skora hérna 2 mörk á okkur. Hvernig útskýrur bara þennan loka kafla? Náðu 2-1 fórustu frábært marki á Aroni en svo hvað gerist eftir það? Lítið eftir? Já, ég svo sem hef ekki alveg svörin akkúrat núna. Þetta 2-2 mark það í rauninni bara eitthvað þverhlaup og langur bolti og ég þarf bara að skoða það eins betur. Þeir eru auðvitað geta refsað í transition og og við töluðum svo sem alveg það fyrir leik og mér fannst við loka nokkuð vel á þá en við sofnum á verðinum hann einu sinni og svo auðvitað bara alveg undir lokinn og við fáum horn og sem endar í að þeir fá horn og þar fá þeir sigurmarkið því miður. Byrjuðu mótið allar svona fyrstu leikina mjög sterkt, sérstaklega varnarlega. Búin að fá okkur 6 mörk núna í 2 leikjum, það hlýtur að vera eitthvað ágætni. Já, það er eins og ég segi, við var svona smá kannski hyggst á okkur framan á sóknarlega sem að mér finnst svona að vera búið að koma rólega, hægt og rólega og við erum að skapa okkur góða stöður oft á tíðum en svona við vantar kannski aðeins svona meiri grimmd og meiri greddu í kringu teig og svona að klára sóknar okkar almennilega. Heilt yfir í síðustu 2 leikjum þá hefur við svolítið já, þú veist, sko 20 mínútur móti FH þá sofnum við aðeins úr verðinum og hleypum þeim inn í þann leik og aftur í dag búin að algjörlega stýra ferðinni og komnir 2-1 að það pínu skrítið samt að standa og hafa tapað þessu leik. Mér finnst það kannski ekki rétt mynd af leiknum en þannig bara fótbolti. Þannig að við þurfum klárlega aðeins að skoða hvað það er sem veldur að við svona kannski missum aðeins fókus og komnir yfir í leikinn. Eitthvað annað samt svona í þessu sem þú horfir á sem er sérstaklega ónæmið þér? Þetta bara eins og þú talar þetta er bara svona var þetta hið augljósa kannski? Já, þú veist, það ekkert eitthvað, þetta aldrei eitthvað eitt atriði. Ég meina eins og ég segi, við mjög ánægðir með seinni hálfleikinn og það eins og ég sagði pínu skrítið að við höfum fengið 2 mörk á okkur í seinni hálfleik. Auðvitað eins og ég sagði, þegar þú ert að stýra svona leikjum og ert ofarlega á vellinum þá auðvitað getur það komið fyrir að það opnast eitthvað tilbaka en mér fannst það samt eiginlega ekki vera kannski í staðan þeir fengu ekki mikið af möguleikum í seinni hálfleik sérstaklega og svo kemur þetta annað mark svolítið svona út úr engu og svo auðvitað eins og segi fast leikatriði þú veist okkar megin sem endar svo í fyrstu leikatriði hinum megin og það er náttúrulega bara partur af fótbolta og við höfum verið sterkir í fyrstu leikatriðum þannig að það er ekkert svo sem við höfum ágjör af. Eitt af því svona vítakalla í leiknum og báða búa, hvernig fannst þér dómarinn hátta þessu? Ég ætla bara að segja no comment, ég held að það sé langbest bara. KR-ingar sem býða eitthvað núna minnum mig í næstu umferð, þeir hafa nú boðið upp á markavislur í sínum leikjum í sumar, hvernig bara horfir á þann leik og framhaldið núna? Það er bara skemmtilegt verkefni, bara frábært lið, það hafa verið hrikalega góðir og við þurfum að eiga okkar allar besta leik ef við ætlum að fá okkur út úr því. Ólafur, takk fyrir gangvel.